Sæl veriði. Ég ætla að fara yfir þennan Pac-Man-leik sem við höfum verið að búa til í Actionskrift 2 í Flash og það er mikilvægt að þegar þið byrjið þá veljið Actionskrift 2 hérna og þá fáið þið upp svona nýtt vinnusvæði. Það fyrsta sem við ætlum að búa til er svona upphafsvalmyndin og veggirnir hérna sem að takmarka það hvert karakterinn okkar getur komist. Það fyrsta sem ég ætla samt að gera er að fara í Modify og Document af því að Pac-Man er alltaf með svartan bakgrunn og hérna get ég stillt á það, svartur bakgrunnur. Síðan ætla ég hérna niður á tímalínuna og búa til annan svona ramma fyrir aftan en fyrsta. Sé hérna Inset Keyframe. Þá er ég komið 2 ramma. Í þessum fyrir ramma þar verður uppáhaldsvalmyndin en hérna í öðrum rammanum verður leikurinn sjálfur. Og á þessa ramma ætla ég að setja fyrsta aksjónið sem er þá kóðin okkar. Í hægri smelli, bara á ramman og vel Actions. Og á þessa 2 ramma þarf ég að skrifa aksjónið Stop. Þetta gerir það að verkum að þegar við spilum leikinn þá stoppar leikurinn alltaf á þessum römmum þegar hann fer inn á þá. Þetta er mjög mikilvægt, við notum þetta mikið. Síðan í ramma 1 ætla ég að velja textatólið. Ég er með það stillt hérna á gulan lit og setja inn hérna nafnið á leiknum. Og síðan ætla ég að setja inn eitt orð. Og þar byrja. Með orðið byrja valið þá ætla ég að hægri smella og velja Convert to Symbol. Ég ætla að búa til takka úr því. Og þetta heitir bara takki. Og þar sem að ég get stillt á Type velja Button sem að þýðir takki og OK. Þá á ég núna þennan takka sem svona symbol hérna í því sem heitir Library og þar eigi eftir að verða til alls konar önnur symbol þegar að við höldum áfram í þessu verkefni. Við notum mikið svörtu píluna hérna á milli þess sem við notum önnur tól því að hún er notuð svona sem svona selection tól eða val tól sem við getum notað til þess að færa til hluti og svo framvegis. Ég ætla að velja takkan sem við vorum að búa til núna og inn í hann fer ákveðin kóði. Ég hægri smelli á hann og vel Actions. Og aksjónið sem að kemur hér er þetta. On press Go to and play to. Það sem við erum að segja hérna, að þegar maður smellir á hann að takka, þá á maður að fara og spila ramma 2 á tímalínunni. Go to and play to. Ef við prófum þetta, við erum með Control og Test Movie. Þá fáum við upp þessu valminn og gerist eitthvað. Og hún fer og spilar ramma 2 sem er ekkert í ennþá. En hún stoppar þar, hann er svartur sem sagt. Og þá getum við einmitt fært okkur yfir í ramma 2, þar sem við byrjum á leiknum. Og það fyrsta sem við ætlum að gera er að búa til veggi. Ég er ennþá með það þannig að ég er ekki með stillt á neina línu hér. En ég ætla að breyta lit hérna, fá mér eitthvað svona létt bláan lit. Og nú ætla ég að teikna upp fyrsta vegginn. Svona. Þennan vegg ætla ég að gera það svona symboli eins og við gerum áðan hérna með takkan. Þannig að ég gera það á aðeins annan hátt. Ég vel vegginn, hægri smelli og segi Convert to Symbol. Og þetta er bara veggur 1. Og ég stilli þetta yfir á Movie Clip. Það er mjög mikilvægt að þetta sé Movie Clip. Ok, þá verður hann svona. Ég ætla að dobla þennan vegg með því að halda inn í allt takkanum og draga hann svona til.
Síðan ætla ég að teikna láréttu veggina hérna. Fyrir þessum fyrsta. Ég hægri smelli á hann og segi Convert to Symbol. Þetta er veggur 2. Og þetta er stilt á Movie Clip. Ok. Og til þess að dobla hann, eða tvöfaldan, held ég inn í allt takkanum og drifið niður annan. Nú erum við búin að teikna upp alla veggina. Nú þurfum við að setja aksjón á hvern vegg fyrir sig. Og við gerum það með því að velja fyrst þennan hérna vegg sem er til hægri. Hægri smellum á hann og köllum upp aksjón panelinn. Og aksjónið fyrir þennan vegg er svona. Og ef við skoðum þetta aðeins, þá stendur hérna On-Click Event, svíi, Enter Frame svíi og síðan er svona krullu svíi. If this hit test, og þetta er skipunin sem við erum að fara að nota. Hit test, það er sem sagt þegar einn hlutur rekst á annan, þá gerist eitthvað. Og þegar þessi hérna hlutur sem við höfum eftir að teikna, sem er char, nefndur char hér, sem er karakterinn okkar, þegar hann rekst á þennan hlut sem er veggurinn, þá á char að stökkva tilbaka eftir x-ás -10. Þannig að hann er að ferðast hérna eftir x-ásnum og þegar hann rekst á, þá stekkur hann tilbaka og það kemur í veg fyrir það að hann haldi áfram einhverja 10 punkta. Þannig að á þessum hérna vegg, þá lítur kóðið svona út. Ég ætla að kópera hann. Á þessum hérna vegg þá lítur hann alveg nákvæmlega eins út nema mínusinn hérna verður að plús. Síðan fyrir við okkur hérna á þennan læri vegg hérna og þá erum við að fara eftir í ásnum, þannig að við breytum þessu yfir í Epsilon. Og með þennan hérna vegg valinn, þá erum við með Epsilon og þá förum við væntanlega mínus hérna eftir Epsilon ásnum, rekna tilbaka. Við sjáum hvort þetta virki ekki örugglega eftir. Þannig að á hverjum þessara veggja er núna komin þetta aksjón og einu breytingarnar eru að á þessum hérna efri og neðri vegg þá erum við með Epsilon af því að þetta hefur áhrif eftir Epsilon ás og þessum hérna erum við með x ásinn. Sem sjáum hvort ég man þetta ekki örugglega rétt hérna með mínusinn eða plúsinn. Það kemur í ljós eftir. Ok, nú erum við búin að undirbúa sviðið okkar. Þannig að næsta skref hjá okkur er að búa til Pac-Man sjálfan. Til að gera Pac-Man þá erum við náttúrulega fyrst að velja hérna, ef við höldum inni hérna yfir kassanum sem við notum á þegar við teiknum veggina, þá fáum við þetta hér tól sem heitir Oval Primitive Tool sem ég hendur til þess að teikna svona Pac-Man karakter. Ég vel það og ég ætla að velja gula litin sem ég var með áðan og þið sjáum að ef ég dreg karakterinn minn út, ég ætla ekki að hafa hann alltaf stóran, og þá er sem sagt svona lítill punktur hérna hægra megin sem ég get farið í með því að velja svörtu pílun aftur og með því að fara í punktin hérna hægra megin þá get ég sem sagt opnað hringinn og þar af leiðandi fengið sem sagt svona Pac-Man karakter. Ok. Það sem ég ætla að gera við hann er síðan að með hann valinn svona, ætla ég hægri smella og segja Convert to Symbol.
og þetta symbol mun bara heita Pacman og það er movie clip og í library root og OK og þá kemur því sem er svolítið mikilvægt fyrir hann og það er að í instance name hérna, í properties, ég sjá hérna að Pacman er komin hérna veggur 1 og veggur 2 og takkin Pacman, properties og instance name að þar verðum við með þetta char því að við getum þessa nafns hérna í kóðanum þarna til dæmis á veggjónum og á fleiri stöðum síðan nú erum við með Pacman þannig að hann er einungis snýr bara til hægri þannig að það sem ég vil gera hér er að ég vil fara inn í þetta symbol hér með því að tvísmella það, þá sjáum við hvað gerist hérna á tímalínunni þá fæ ég nýja tímalínu upp við erum komin inn í Pacman movie klippið og ég er með nýja tímalínu hér sem að þarna sýnir Pacman þess að bara svona og ég ætla að hægri smella hérna á ramma 2 og segja insert keyframe og í ramma 2 þá ætla ég að snúa honum ég valdi hérna, þetta hérna 12 þannig að hann snúi niður í ramma 3 þá segja ég insert keyframe ég ætla að snúa honum áfram og þar ætla ég að láta hann snúa upp og í fjórða rammanum ætla ég að láta hann snúa til vinstri það er kannski að láta hann snúa niður hér það verður skýrara út á kóðanum eftir og í ramma 2 þá ætla ég að láta hann snúa til vinstri Ok, þá erum við með þannig að við erum ennþá inn í Pacman symbolinu og í ramma 1 er hann svona snýr til hægri, ramma 2 svona vinstri, síðan er það upp og síðan niður og fyrir hvert þennan ramma þarfum við að setja aksjónið stopp eins og við gerðum í byrjun í hægri smelli á ramman vel stopp svíi lokast semikoma ég ætla að kópera þetta bara til þess að vera fljótari að þessu svona þið sjá að um leið og aksjónið er komið á ramman þá myndast svona lítið A fyrir ofan á tímalínunni ok þá er þetta komið nú getum við farið aftur tilbaka á senun okkar og með Pacman karakterinn okkar valinn þá getum við sett inn kóðan sem að tengir þennan karakter við upp, niður og hægri vinstri pílurnar og lyklaborðin okkar. Ég hægri smetla á hann og vel actions til þess að fá þetta upp, actions panelin og hér kemur svo actionið sem að við notum. Við lesum aðeins gegnum þetta, on-clip event, enter frame. Við erum hérna með eitthvað sem heitir speed, sem er þá hraðinn á þessum karakter, skilgreint sem svona variable hér. Speed er jafnt og hefur gildið 7 og síðan þegar við höldum áfram í kóðunum, alls þar sem orðið speed kemur, verður því skipt út í raun og veru fyrir töluna 7. Og ástæðan fyrir því að við gerum þetta svona, höfum þetta sem breytu eða variable er að þá þurfum við ekki að breyta allstaðar ef við ætlum að breyta hraðanum á karakternum. Ef við breytum þessu yfir í til dæmis töluna 5 þá mun það breytast allstaðar í kóðanum og kóðin er þannig að if key is down og það er key left það er vinstri takkin þá fer maður með þessum hraða 5 punktum og stoppar í ramma 2 og það var rammi 2 sem er þá þannig að hann snúi rétt og síðan heldur kóðin áfram svona.
Við getum prófað hvernig þetta virkar núna og því að fara í Control og Test Movie. Við smetlum að byrja. Og nú karakterinn okkar svona og þegar hann rekst á vegg þá kemst hann ekki gegnum hann. Og sjáum hvað gerist hér. Nei, þannig að fór hann í gegnum vegginn. Það vegna þess að kóðinn á veggnum rangur hjá mér. Þá þurfum við að fara í vegginn aftur hérna. Hægri smella og velja Actions. Það sem hérna að hérna ég með plus það sem á að vera mínus. Og þá væntanlega á plusin að vera hér á efri veggnum. Ég var með þetta öfugt eins og mig grunaði. Þannig að ég fer í Test Movie, byrja. Nú sjáum við að hann kemst ekki gegnum þessa veggi hérna, upp og niðri og ekki hér. Þá það næsta sem við gerum að búa til mat sem hann getur étið.